Það snýst allt sjávarútveg hér. Ef þú ert ekki á sjó eða í vinnslunni, þá ertu í tengdum störfum. Og ef við erum að fara í einhverju uppboðsleið, það sem fyrirtæki sem hafa verið að fjárfesta í aflaheimildum, eins og stærri útgerðirnar hafa verið að gera síðastliðin ár, þá hugsa ég að fjármagnskostnaður beri þau ofurliði. Þannig að það er mikil hætt á því að sjávarútvegurinn flytjist bara eða leggist hreinlega af á þessum svæðum. Þetta mun safnast á færri hendur og ef að það er tilgangurinn, þá er þetta flott leið. En ef við viljum halda landinu okkur í byggð, þá gerum við þetta ekki. Það sem við höldum að gerist er það að þorp svona eins og þetta, það svona tekur það 2-3 ár að þurrkast út. Við erum sjávarútvegsbær, það er ekki að fara að breytast. Þannig að það er stöðuleiki skiptir okkur mjög miklu máli. Og við viljum sjá bæði sterk fyrirtæki að halda áfram að stækka og þróast og minni fyrirtæki styrkjast. Og til þess að það sé hægt, þá þurfum við stöðuleika og við þurfum að geta horft langt fram í tímann. Uppboðsleiðin kemur náttúrulega bara sem sprenging fyrir okkur sem er búin að reyna að koma okkur inn í grein og fjárfesta. Og við erum búin að kaupa okkur hægt og rólega inn og búin að ráða fólk í vinnu og svo kannski smelt á uppboðsleiðina og ég fæ kannski einhvern smá kvóta á því það sem ég verið að veiða síðustu ár og þá held ég munnunum ekkert og hef ekki til að borga á lánunum mínu sem ég er búin að skuldsetja mig í. Við erum búin að fjárfesta í bátum og kvóta og ef við verðum fara að bjóða þetta upp, eigum við þá að fara að kaupa aftur eða leigja aftur. Það verður erfiðara að hámarka verðmæti vörunar út í markaðnum. Markaðurinn að kalla á stöðuleika í frambúði, menn að gera lengri tíma samninga og byggja upp viðskiptasambönd. Ég held að þetta sé andsnúið markaðslega hlutanum þannig að við séum að hámarka verðmæti auðlindarinnar. Ég óttast að menn getur farið að ganga öðruvísi auðlindina og ég held að þetta komi til með að hafa mjög neikvæð áhrif á samfélagið sem við búum í.